ok, ég get basically sagt ykkur það að ég er búin að vera að tala hvað ég var að segja, í svona 7 mínútur Segjum það bara, það stýttra samt en ok, 7 Ok, mínútur, 7 til 10 ég- mínútur ég sé búin að tala í svona 7 mínútur Mhm. og funny as fucking dot skilur Það var mjög fyndið, ég var í kasti sko. funny as fucking dot og hérna og tæknimaðurinn okkar sem er núna þarna í síðan þetta varstu hérna, ég skil ekki alveg hvað að gera hérna, hann rekkaði ekki en það er til vídeo ef þið viljið fá bara vídeo með einhver hljóði ef mér er að tala í 7 mínútur þá er það til hérna, það sem ég var að segja er að ég er að fara í annar podcast á eftir Já, hvaða podcast? ég er að fara í podcastið ég elska að við erum bara að eiga samtal sem við áttum áðan bara Og þykist ekki á að geta Hvaða podcast? Sem var þessu? segðu mér aðeins til hverra þú ert Og af hverju ertu að fara í þetta podcast? af hverju ertu að fara hérna, ég er að fara til Helga Jeans Helgi Gallabuxur eins og ég kalla hann Já, akkurat Helgi Jeans í hann hæ Það er ekki eitthvað svona, þetta er bara how I eða ekki já, veist, þetta er ekki þetta er ekki smokin sko það vantar þannig podcast Já, væri alltaf enginn að taka á sig podcast þar sem þeir eru bara að reykja Cypress Hill amount Kannski er þetta löglegt, skilum við af víti ég heldur að lögga myndum að koma á hann Öruglega, Já, er ekki löggan á já. Íslandi alltaf bara að bíða eftir eitthvað svona? jú, mér finnst líka ógeðslega fyndið þegar komið fyrir eftir daginn einhver sem var tekið með 0,05 grömm af amfetamíni eða eitthvað Komaði fréttir? já, og tjekka, 0,05 og þá var gaur sem tweetaði hérna, alltaf að muna sleikja pókan krakkar Ég var að spáði því, var þetta ekki bara einhver tómi póki sem bara var í buksunum hans? að þú veist er litli glæri Ziploc-pókin, er hann 0,05 grömm, þú veist var þetta ekki bara Viktuðu pókan bara? hvernig viktuðu, þú veist, hvar fenguðu upp þessa töl og voruðu bara með hvað fucking illu dópvikt Já, bara með 0,0,0 þarna já, og líka, ég alveg talað þú veist, bara ekki það, ég held að sé nákvæmlega engin lögregla að hlusta á okkur já, geta alveg verið lögregla heldur þessi löggur að hlusta á okkur Ég vona það hætti að fucking, ef þið eru að hlusta ef þið eru lögregla að hlusta Já, hætti að hlusta nei, Já, ég hlusti fyrir nei, ekki haldi áfram að hlusta, hvað meinar ég er ekkert eitthvað, jú, það er náttúrulega partur á mér sem er fuck the police hérna, en bara hætti að bösta fólk með ekkert Já, þú veist, ég, hætti að eyða tíma í eitthvað sem skiptir einhver máli, skilur ég bara frumvarp sem er að fara í gegn sem er afglæpavæðing neysluskamta sem er bókstæla liggur fyrir En hver ákvað þetta bara setjum refsum fólki fyrir neysluskamta? Mér finnst þetta geða skrítið. þetta er náttúrulega sko, þetta er náttúrulega bara ég hef ekki svarið en bara war on drugs er búið að vera since the 80s, skilur Nei, veist, ég man eftir, tjekka á þessu dæmi ég náttúrulega, er úr sama hverju þú og þekki nokkra svona og það er maður sem er úr samhverju og við líka á leiðninga, hann er bara fucking sitt ég fíla það Já, þú veist allavega það voru 2 félagar mínir teknir á söpun tíma af löggunni já, Eitt er að vara rækta marvana og eitt var með möllu í bílnum ok og að munaði held ég 35 skalli á sektunum eitt sem var með möllu Já, að þú veist, voru að tekna á sama tíma þetta var það svipum tíma að ég man eftir að þeir fóru sama tíma upp á löggustofu að borga þetta með kass, skilur 35 skall Nei, þess að gaurinn með ræktuna var með segjum bara 70 skall og það var hinn með 35 skall já, það var engin munur Nei, það er ekki þannig að munaði 35 skalli af gaur sem var með möllu síðan finnst mér, sko og gaur sem var með 10 plön þetta er allt önnur umræða ég elska, ég fór ekkit yfir að ég ætla að fara að mæta sem trójuhöstur og stela fans úr Hæ podcastinu við fórum bara að Segja skímið nei, ok, förum ekki það en það er galin pæling yfir höfuð að kannabisræktun sé bara ekki lyf, skilur
Ég man að Spán það leift, máttu vera með eitthvað experimentur. Já, þú veist, það er ekkert að taka bara eitthvað land, eitthvað staðar og segja, hei, það alveg eins og að segja, ég meina, Kalli í næsta ási, hann má vera úti til 12, það þarf að liggja eitthvað bak við það, en ég skil ekki forræðishyggjuna sem er í gangi sérstaklega, og ég veit að þetta er óþolandi umræða, en sérstaklega meðan það er ennþá leyfilegt að drekka áfengi og það er leyfilegt að vera með drugstores, að því fucking ríkið er ekkert annað en drugstore. Gengst það. Ríkið er bara legal drug money, skilurðu? Bara í massavís. Come on, fucking brennivinn. Hefur farið í ríkið á þriðjudegi bara klukkan 2 eða eitthvað? Það er ekki partí þá. Það er bara, fólk sér ekki þetta dark side of it og það er búið að normalæsa þetta svo ógeðslega mikið og believe me, ég bara haldið áfram að drekka, skilur, ég var með partí heima helgina og var allir orðin skemmtlegir í smástund og en ég skil ekki akkur og mátti ekki bara fá þau fucking Jónu. Ég er náttúrulega skilað ekki heldur. Mér finnst það galir og ég þarf ég að vera með disclaimera, skilur. Nei, ég er ekki að segja börnum akkur með börnum. Nei, ætti að vera reglugerð í kringum þetta. Auðvitað á að vera reglugerð og þetta á að vera trítað bara mannleitum og alúð bara eins og við erum búin að byggja upp kerfi í kringum alkohólista, skilur, og fólk með fíknivanda, en þetta er svona... Fólk verður líka að vita að þó að þeir geta ekki farið í apóteki og keypt þetta, að þá eru samfélagsmiðlar og Telegram og eitthvað svona shit. Hefur farið inn á svona Telegram sölusíða? Það að banna eitthvað... Gera það vinsælla? Já, það að banna eitthvað gerir... það verður hættulegra umhverfi til í kringum eitthvað hlut, skilur við. Já, þannig að þú ætla bara að fara að kaupa þér eitthvað. Það var erfiðara fyrir, félagi minn gerir test, vinur minn gerir test á þessu. Hann bað son sinn, sem var þá 13 ára, þetta fyrir nokkrum árum. Hann sagði... Er það unnstæðina sem gerir það? Nei, ég ætla ekki að segja... En þú veist að þetta var í sjónvarpi? Ég tala um að einn fyrir ríkið og einn fyrir að rætta sér weed. Ég man þetta því líka, en þetta er búið, sko... Þetta er bara sönsa, þú veist. Þetta var ekki í sjónvarpi, en ég með rámar geðuð mikið þess að þú segja. Já, ég held að þetta sé rétt síðan að segja, ok? Hann var tölvöld fljótur að rætta sér weedi, heldur en rauðinsur, sko. Já, hann þarf ekki svona að fara úr húsi. Hann getur ekkert fengið rauðvín sent heim, eða það ekkert. Alltaf ekki undir lögaldri. Það var alltaf, mannstu það var alltaf að fá kívívín sent og Já, þú tala um, þú veist, svona bjórsalar. Já, einn snitt sem var bjórsalar, við vitum alveg hver var að keyra Reykjavík með bjór. Djöfullin? Nei, ekki djöfullin. Settur upp eitthvað svo hótt. Það var bara einn bjórsali, the one and only. Já, ok, ég fatta þetta. Veistu hvað? Já, ég fatta þetta. Ok, if you know, you know. Já, en ok, ég ætla ekki að fara dýpra í þetta, en já, ég held að ég hef... Þetta var ekki djöfullin. Nei, og þá held ég að þetta sé mjög auðvelt að fatta þetta. Það var svona útilokað djöfullin. Þetta er já, fyndi maður. Það var fyndi koncept. Að vera bjórsali. Já, það er bara hella koncept. Pældi ég að vera... Mér finnst ekki að metnaðalaus dópsali. Þetta er bara flippari. Þú getur alveg verið í kólabröndum að kaupa föt og selja á land. Nei, en er þetta ekki samt bara, þú ert basically... Bara hustler. Nei, þú ert basically... Að vera bjórsali er basically gaur sem er að eyðileggja reglunar og selja börnum. Það ekki bara sem bjór... Að því að, sko, í hversu mörg skipti af 100 heldurðu að þetta hafi verið börn og hinn skiptin geðveikt þyrstu gaur í eftirpartíi. Þetta ég held að sé 100% börn. Nei, ég ætla að segja 90. Ég ætla að segja þessi 90 börn og síðan 10 gaur í eftirpartíi. En hvað fullanum maður er ekki búin að kaupa sér áfengi fyrir partí? Fyrir eftirpartíið? Fyrir eftirpartíið? Er þessi gæjar bara vakandi fram á nótt til þess að henda út bjórn? Ég veit ekki hvernig þetta er í dag, skilur ég. En var það þannig? Já, maður hringt bara hvernig sem... Gaur, gera það live? En síðan var þetta bara, hei, getur þú komið? Maður hringdi, hei, getur þú komið með, Sagður eitthvað svona leyni, eitthvað svona? Nei, bara, hei, eftir með bjór. Já, ok. Þetta er ekkert svona bara að selja. Það var bara að selja löglega hlut ólöglega. Og síðan var þetta bara að maður bíða gett lengi eftir að einhver myndi koma og hitta maður með bjór. Síðan líka maður hringi landasala og kívísala
það var dót sem var a real thing, mannstu því að Kiwi Sala? Kiwi? Hvað, kaupa bara ávexti? Nei, þetta hét Kiwi, þetta var svona eins og landi eitthvað, þetta var eitthvað svona Var þetta landi með infused með kiwi? Var eitthvað svona pínum kiwibræð? já, það var eitthvað svona Hvað blandar í þetta þá? þetta var viðbjöður sko Ég myndi að setja appisundjús onni í kiwi juice. Hvað er... Veist, ég ætla að segja þér, hérna, mér langar að sína þér eitt og... en kannski ef við lokum á þess að, þú veist, cannabis umræður, skilur við, að það er svo margt, ég skil ekki hvernig við erum ekki að horfa á tækifærin í, og ég er ekki bara að tala um CBD, af því að, ok, það er einn faktorinn, en af hverju erum við ekki að taka þátt í multi-million dollar, ég elska að ég segja akkur reiknaði þetta ekki bara íslensku krónum? Þá er þetta 1000 milljóna. Já, en þú veist hvað það skilur, þetta er hérna 100% sko. Og ennþá, og það, þetta er svo félagi minn sem var að reykja og tekin á þjóðatíð í Eyjum með stubb, Jónustubb, sem hann sko blandaði með víti og tóbaki. Já, heitir það spliffa. Hann var tekið með spliffu. Ok, ég skildi það núna. Já, skildi, að þú veist, það veit ekki allir sem er að hlusta þitt, nú ekki að gott á þessar blörrar í þáttunum. Nei, þú veist, þetta er alltaf bara almenn þekking. Fyrst þú veist drug lord. Drug lord. Nei, Málega að spliffa er þegar tóbak er í líka. Það voru 4 löggur sem tókun. Og 4 lögreglur sem þurfti til þess að taka mann með, sko, valla einn smóka spliffu eftir. Hvað bara reyðistur, allir fór einn á hægri hendi, fara á vinstri, fara á hægri hendina, fara á fótina. Nei, og síðan, sakaskrá. Jú, ég sverða, skilur við. Finnst þér þetta ekki galin pæling? En er þetta rétt sagt frá? Ég þekki alveg gaurið sem hafa verið teknir með neysluskamta. Þeir fara ekki á sakaskrá. Men Þeir fara bara á málaskrá. Nei, sko, ég held að það sé mismunandi eftir í, sko... Það var spöst að 3 sem ég veit um þessu strák sem það tekið með his drug of choice á Sonar. Það er samt annað. Ef þetta er eitthvað, ef his drug of choice er bara 10 grama kóki eða eitthvað. Já, hann var tekið með pínlítið kóki. Og það er auðvitað, ég er ekki, sko, þar erum við komin í annan díalóg, skilur við, sem að ég er ennþá á því að það er ekki að fangilsa fólk fyrir að vera með kókain á sér, en ég er hins vegar ekki heldur á því að við erum að fara að búa til kókain, skilur við. Þetta er, fólk þarf til að vera að ræða kannabis og eiturlyf, það má ekki alltaf bara flokka allt undir sama hatt, skilur við. Þetta er svo brjálaða stigsmunur. En ég er samt líka ósammála því sem að gerist í þessu tilfelli til dæmis. Ég er ósammála því, what's up, maður? Herri, hold my thought, sko. Ég held að Birgir Ákvæm getur tekið þátt í þessar umræðu, sko. Já, vá. Það er smá pása, gestur að koma sér fyrir. Getum við ekki bara pása og koma síðan köttað inn? Ég fíla þetta. Á, fíla þetta bara? Ok, að hafa þetta bara svona. Já, mér finnst það meira vibes. Við erum basically að setja bara headphone-in og mækin nær. Þú kemur bara beint inn í umræðu, sko. Það er svoleiðis. Að mækin alveg bara vel upp að þér. Herri, við vorum basically að tala um fyrst vorum við að tala um strák sem að tekið með Jónu á þjóðhátíð og 4 löggur sem þurfti til að taka einn gaur með sko einn smókusbliffu og ég vil meina að hann hafi farið á sakaskrá. Arnar heldur því fram að maður fari ekki á sakaskrá að maður tekið með neysluskamt. Veistu hvernig þetta er? Ég hef alveg verið tekið með neysluskamt, sko. Já, og sakaskrá? Ég held ekki, sko. En tjekka það, ég skal samt segja það frá að síðan þessi strákur, annar strákur sem var tekið með spliffu og kókain. Nei, hann var tekið Jú, ég fór að sakaskrá. Þú fórst að sakaskrá? Ég segi að það var annar strákur sem var tekið með pínu kók á Sonar og ég er ekki að segja að þetta sé same shit en ég er nokkuð vissum hann að fara að sakaskrá af því að hann var síðan rekinn á vinnunum sínum og hann var rekinn og það var að vinna á borginni og var rekinn, var að vinna, ég get ekki farið dítela á henni. Það er fokkin hart, maður. Hart? Hvaða fokking, hvaða betrun á að eiga sér stað í lífi manns ef hann er tekinn með neysluskamt
og síðan útskúfaður, skilurðu. Þú veist, ég er bara, pældi að skemma bara líf hjá okkur. Já, en þú veist, hann var bókstaflega bara að skemma sitt líf Já, pældi, hann var bara og fyrir spliffu. og það er annar díalógur, skilurðu. Ég er ekki blandað því saman. Það er annar díalógur að hver mín skoðun á því að menn sé að fá sér, en það, þú veist, hver er beturinn sem á að eiga sér stað ef við, þú varst að gera eitthvað ólöglegt, nú ætlum við að útskúfa þér úr samfélaginu, þannig að það þurfum við alveg örugglega að fara að gera eitthvað meira ólöglegt. Það er fucked up, sko. Sem er grillu pæling, sko. Já, maður, og kemur beint inn í... Góða pælingar. Já, og kemur beint inn í bara þína kategóri, sko. Já. Já, en þú fórst að sakskrá fyrir... Já, þetta var náttúrulega... Ég hef líka verið tekið mér nýtliskamt og fór ekki sakskrá. Já, það sem þeir eru bara, hey, slap on the wrist, eitthvað. Já, bara... Alveg sama. Já. En sko, það sem ég fór að sakskrá fyrir, það var... Þá var ég tekinn líka við eitthvað annað, sko. Þú veist, þannig að þeir bara bætti þessi við, sko. Það make a sense. Hefur löggan búljað í kemur tíðina? Já, maður, ég veist, var einmitt að tala um þetta í gæri félaga, sko, en maður er upp og ákveðin tímapunkti í mínu lífi, þá sagði löggan við mér bara eitthvað, þú veist alveg hvernig maður stoppa þig, skilur. Já, bara því þú ert alltaf að gera eitthvað aðeins. Já, bara að nota máluna daginn og þú ert ekki að fara að keyra götur Reykjavíkur, bara eitthvað, hann sem við bugguðu, sko. Já. Þeir sögðu þetta bara við mig, sko. En þú varst alveg með próf og svona? Já, útrúlega, sko, ég var með svona prinsip, sko, alltaf. Það keir ekki undir áhrif. Já. Ég var líka að tala um þetta í gær, en að ég brauti svona rúðu á bíl. Já. Fyrir utan Mós. Já. Fyrir utan? Mós. Já. Og þú veist, var eitthvað að rífast bara besta vinn minn, skilju, og kýlikinu rúðu bara eitthvað í ykkur, þú veist, algjörðu rugli. Og svo kemur, þú veist, sá sem á bílinn og bróði manneskjörnu líka og þú veist, þau eru bara eitthvað, hvað ertu að gera, skilju? Og ég bara eitthvað, sorry, þú veist, ég veit ekki sem sjálf hvað ég er að gera, skilju. Og eitthvað, já, þú voru að græða þetta, skilju, þú voru að fara á Shell í Breiðholtinu og kaupa teip og þú veist, reyna að teipa eitthvað. Eitthvað, já, þú veist, ég er sem ekki að fara að keyra, sko. Þannig að, þú veist, stelpa sem átti bílinn kemur, þú veist, keyrir á Shell. Ég byrja eitthvað að hann að fykta í þessu, hún endur á að gera allt, sko. Ég var svo hellaður, sko. Mér er svo gott að vera svona með, þú veist, það er eitthvað fallegt við það að vera nógu dömm á því til að vera eitthvað að brjóta ykkur rúðu, að vera líka nógu skýr á því til þess að vera eitthvað að sjá eftir í strax. Já, þú veist, já, ég bara hugsaði bara ekki, þú veist, ég fattaði ekki svona eitthvað rætt í bílinn, sko. Nei. Fyrir bara ég sá manneskjörnu kom bara, hvað er þetta að gera, sko? Já, tengdir þú bara ekki saman. Já, og svo fyrir á Shell, skiljur og ég er eitthvað að reyna að teipa, þú veist, eins og ég sagði, ég ger ekki neitt, sko, eða hún bara eitthvað að græða þetta og svo er að keyra tilbaka og kemur löggan, stoppar ykkur og stoppa maður til hana því ég neitaði að keyra. Já. Þú veist, og ég... Hann var fullið. Já. Hann var fullið. Ég fokkaður upp kvöldinu bara. Já, bara, þú veist, já, ég skemmdi mikið hana, sko, og svo hef ég bara labba aftur á Mós, sko. Já, ok. Ég fyndi með svona dót ég til og með er bara ég get verið með grillaða skoðun á þessu en mér finnst bara ef þú ert í sjálfsskaða skilur ef þú ert að reykja weed eða drekka eða fá þér eitthvað skilur whatever ef þetta viðkemur bara þínu lífi þá er ég bara ok, þú veist, þetta er bara eitthvað sem þú kýstir að kýstir að gera, en leiðast fyrir að keyra bíl til dæmis, þá er ég bara nei, sorry, þetta er nú er þetta að fara að affekta aðra vandamálið auðvitað við þetta allt saman er að það er svo erfitt að mæla hvar þetta fer að hafa áhrif hvar þetta byrjar að hafa áhrif á fjölskyldu einhvers eða hvenar flestir ég sé miklu fleiri menn fara í slagsmála því þau voru undir áhrifum áfengis heldur undir nokkurum öðrum efnum, skilur og ég veit það ekki, þetta er svona dark side of it er alltaf dregið geðið mikið upp í fjölmiðlum þegar einhver er tekin með eitthvað og það er gert svona mikið mál úr því en það er svona partur af þessari skertaktík
finnst mér og mér finnst beautiful hvað er verið að gera núna það er alltaf meira og meiri vitundavakning á því akkur síminn að hringja eins og crazy dog ok já, Jóvan ákvað að skrifa ég elska þig nema að senda hvern einsta staf í einu SMS-i þess vegna síminn og hvað hann elskaði mikið hvað var ég að segja? Eitthvað sjálfskaða þú mátt smoka weed og mátt, dópa nei, það sem ég ætla að segja er að það er svo mikil vitundavakning skilurðu að horfa ekki bara í afleiðingunum heldur, hvað er að valda því að manneskjan sé svona og að vorkenna fólki frekar en eitthvað annað eins og ég hef alltaf tala að því ég er bara stoltur af frænku minni fyrir að helga sig frænka minni sem að partur að stofna frú Ragnheiði sem er svona sprautubíl sem keyrir bæinn og það bara bæði forvörn og það verið að gefa fría nálar og hún var bæði við að fá fálka orðuna eða riddarkrossin sko fyrir velun störf á í skaðminkunum störfum og þetta er bara þetta dót það er galin pæling að við séum ennþá 4 löggur, það gerist bara fyrir 3 árum 4 löggur að taka gaur með spliffu þurfti 4 mann þurfti 4 mann skilur það ég veit ekki, ég er farin að ranta hérna já, ég meina ég hef alveg verið vitna því þegar löggan kemur og það er einhverjum neysluskamtar í myndinni að þeir bara eitthvað svona jafnvel taka neysluskamtana eða segja með hendaði og fara sem fer eftir hvernig hún heitir álíka klárlega að þú veist ég er ekki verstu lögguna svona Biggie Pottet setið með ég er að segja Biggie Pottet hann er aðeins meira reynsla heldur en ég að vera handtekinn sko held ég er það svona? að þú veist fólk er mismunandi og og þú lendir á ég til dæmis man eftir einu ég var einu sem var í handtekinn fyrir að kasta glerflösku í löggubíl eins fokkin heimst og það er en það voru 2 löggur sem tóku móti mér það var annars vegar gaurinn sem handtók mig sem að hefði átt að vera rekinn á stundinu úr löggunni sem var bara eitthvað og það þýðir ekki að vera fokkin löggunni eða nokkuð og var eitthvað svona meiða mig svona herða handjárnin óþægilega og síðan var gaurinn sem tók á móti mér bara stöð og var bara hei, hvað varst að spá? Gamli kallinn eða? Ég veit, neða, hann var ungur, sko, var ungi báðir, sko. Já, okay. Gamli kall inn? Er eitthvað legendary lögga? Já, sem að sér fangaklefana. Nei, ég fór ekki í fangaklefa. Já, ok. Ég fór í ég var bara tekin inn eitthvað svona málegar. Þarna, sko, kom líka bara, sko, kom í ljós. Ég er svo ógeðslega lítið gengstað. Þegar kemur að aðstæður, þar sem ég var komin í eitthvað svona, þetta var ekki svona yfirreyslu, þetta var meira eins og ég væri bara komin til skóla og gaurinn var bara, gerður þetta? Ég eitthvað, nei og hann eitthvað, gerður þetta? Nei síðan spurði hann bara svo 7 sinnum í viðbót og ég alveg, já ég gerði þetta ég alveg, er ég í miklu vesinu ef ég gerði þetta? Hann eitthvað, nei ég alveg, síðan hann samfærði mig að þetta er þið 7.000 kall en það var 150 sko sem þurfti að borga það var fucking stupid sko en ég er svona mér fannst, ég veit ekki það var ykkur uppreisnarsökkur mér fannst gaman að pönkast í valdinu klárlega sko ég skil það alveg ég er bara en máli búast við að vera handtekinn samt og brýtur glerflösku þú veist það er já fyrir mér er það bara óréttlætanleg hegðun hjá mér þú veist, það er það. Ég er að segja það. Þetta var, og ég segja þér nákvæmlega þessa sögu. Já, bring it. En eitt áðan fyrir söguna, er þetta ekki, ætlum við ekki líka að taka ykkur hlustendarspurningar? Jú, helling, sko. Ok, hvað með það? Ég ætla að segja, þetta var partí á 50-degi á stúdendagörunum og þetta var, sko, ég og Erpur og Lulli í Rottweiler og síðan, þú veist, bara eitthvað annað lið, eitthvað lið sem átti íbúðinu og það kemur lögga. Ég ætla ekki að segja, það er einn annan gaur sem nefnilega var meðsegur, sko, í málinn sem ég ætla ekki að segja frá. Og löggan kemur og eitthvað, hei, það er alltaf mikið læti, það er lækki ykkur og síðan er löggan að fara. Að þá ætlaði,
annargauður sem ég nefningan af, þá ætlaði hann svona að kasta flösku hliðin á löggubílnum til að svona böggana, þegar löggan var uppi ennþá og hann kastar flöskunni niður og löggan kemur upp aftur og bara hei, hver kastaði flöskunni eitthvað og fer aftur niður og ég ætla að gera sama nema ég fucking hitt óvart í löggubílnum og af 4. hæð. Þetta er hræðilegt átt. Tökum smá hlustenspurninga, það er gaman að sjá hvað Birgir segir við þeim. Já, erum við að taka almennar eða ef við að taka það sem að kom bara pjúra inn? Byrjum á pjúra Birgir. Pjúra Birgir, ok. Það komu nokkrar spurningar inn á the gram. By the way, maður, hvað ertu búin að gera? What's up? Hvernig COVID life? Ég er bara búin að æfa, sko, svolítið mikið. Æfa hvað? Bara bæði gymminu að lifta og svo Muay Thai. Ok. Og gerti Muay Thai? Já. Það ekki, semst bara olbor og hné og sköflungar og... Jú. Ertu búin að lengi í það? Búin að vera svona on-off í svona cirka ár. Ertu að horfa á UFC eða... Erum mikið gaurum, skilur, ertu ekki bara... Þú ert alltaf í ex-þingdaflokki, skilur. Já. Ég myndi aldrei geta komið á æfingu eitthvað og ekki á móti þér. Nei. En það er klálega máli að, þú veist, hvað þetta segja eitthvað niður, við erum bara svo Derek Lewis eða eitthvað, sko. Fransúka. Ertu að fíla Beast það? Já, ég fíla hans. En er ekki líka eitthvað power í því bara kötta ekki niður, skilur, og vera bara... Það er eitthvað, sko, þú veist. Beast er alveg bara, þú veist, hann þykkur. Það er bara rota gæja, sko. En er þetta, þú veist, ég þekki ekki Muay Thai, þarf maður að vera leipur, eða? Muay Thai til dæmis Andersson Silva, hann er treinaður í Muay Thai. Já. Það er bara thailandsk kickbox í sjálfsög, sko. Já. Ég þekkti svo lítið, sko. Ég farið 3 ára á grunnnámskeið í Mjölni. Ég held þessi ekki með... By the way, smá side story. Gaurinn sem handtók mig þannig á stúdendagörnum fór síðan að æfa á sama tíma og ég í Mjölni í MMA 101 og við vorum alltaf að glíma síðan. Ég held að hann hafði ekkert muna eftir því, sko. Og ég var eitthvað, ég man þegar ég byrjaði, það var eitthvað, get ég pínt hana, eða eitthvað svona, get ég næja hana niður, en hann bara vann mig alltaf. Vann mig í glímu líka. En hvað ertu að æfa þetta, segir ég? Hérna, upp á Höfða, Imperium, Muay Thai heitir það. Upp á Höfða? Er það eitthvað svona verksmiði húsnæði? Nei, þetta er hérna, VFBC byrjaði þannig fyrir einhverjum árum. Er það VFBC bara? Nei, þetta heitir bara Imperium Muay Thai. Mér finnst að öll gym eigi að vera á einhverju svona locationi. Já, klálega, sko. Eitthvað svona... Gengsta dæmi eitthvað. Já, eitthvað svona... Eins og... Það er hérna... Við erum að taka þetta upp á Höfða og það er hérna... Það er eitthvað svona kaffi... Hefur þú farið á Höfða kaffi? Nei, ég veit ekki svona... Ég veist ekki að vera til. Það er mötuneyti sem er bara opið fyrir alla, held ég. Ég hef allavega að fara á okkar. Nema þú veist að fara úr skónum. Og þetta er eitthvað þú labba bak við gám eitthvað svona og labba niður og fór það inn og þá voru bara skítuðir menn að borða, bara svona verkafannagaurar og þetta fara úr skónum svo það sé ekki of skítugt og síðan er bara fangelsistemming svona bara, þú veist, það semji bara það færi bara bakka og ekki disk. Það var bara svona kássu. Já, þegar ég fór, þá var kássa. Nei. Ógeðslega góða mat samt. Bara prison mat, sko líka. En eins og með, mat í fangilsi, er ekki bara, mér finnst eins og ég hef heyrt bara að sé sjoppa, nú er bara sómasamlangur eða eitthvað. Jú, rimlakjör, maður. Heitir það rimlakjör? Í alvörunni? Svo voru bara litlar henni, rimlakjör. Rimlakjör, heitir hún það eða kallar? Hún heitir það, bara á pappír, sko. Oh my god. Rimlakjör er matur búið litlarins. Þú ert að googla það bara? Já, fangilsin kaupa tóbak fyrir milljónir. Of course, maður, ekki menn bara eitthvað, þú veist, þar er menn ekki hættir að ekki síkó, sko. En er síkó currency í fangilsum Íslandi? Nei, ég held ekki.
þetta er ekki eins og bíómyndum. Ég er bara að spyrja. 100%, en sko, ég held líka, þú verður aldrei setið inni. Nei. Nei, en mér finnst En hann- líklegt að hann sé með eitthvað svona Meira info, þekkingu. já, meira info inn í að heldur en ég og Ég, þú sem já. að þú heldur þetta sé að menn sé að hérna trúa sík og bara og smíkla þeim inn og eitthvað. Svo er maður spáði þessu, þú veist, ertu Ég til veistu ekki hvað að ég- þetta verið síkó, En á ég segja hvað ég held að currency í fangilsi sé. peningar. Já, bara eins og aðstæðar, annars staðar, hvað meina það getur svo hægt að vera til peningar. Bara svona poker chips. Svo er hérna, svo náttúrulega dóp, þú veist, það er margfald dýrar hann inni, skilju. Já, fuck maður. Ég Shit, maður pæli að vera að selja dópin í fangilsi. Getur þú sofið? Veistu hvað ég er að tala um? Ég er ekki íkja. Mér hefur dreymt sömu martröðuna, svona 4 sinnum, sem er bara, draumurinn byrjar bara, ég er á Litla-Hrauni. Ég veit ekkert um þetta. Það hræði mig bara, þú veist, ég var veikur daginn, þú veist, það var heim í 3 daga og ég fríka út, skilur ef ég myndi fá bara vera heima, skilur bara eitthvað svona, þú veist, og þar hef ég samtala allt að gera, skilur ég bara konu og börn og PlayStation, síma minn og allt það mig, það bara fríka mig út að vera tekin úr umferð einhvern veginn og vera, þú veist, að einhver skipi mér að vera einhvers staðar í einhvern tíma og hérna eins og þú segir, ég, veistu hvað ég ætla að setja upp scenario sem ég held að myndi gerast út af því að maður er svo ógeðslega þveginn af amerískum bíómyndum. Fyrsta lagi myndi ég örugglega fara og reyna að kýla stærsta gaurinn og það myndi hafa hræðilegar afleiðingar í kjölfarið, ekki eins og í bíómyndum þar sem allir var eitthvað svona eitthvað, núna respektu við þennan. En myndur ekki hafa það fínt í fangis út á MC-gauti? Drappari frægur. Veit það ekki, sko. Veist þú að byrja Veit það ekki. Ég held að fara bara eftir mjög maður lendir, sko. Ég held að er það ekki taka sénsinn, gauti. Nei, ég meina, er þetta ekki líka bara, þú veist, ég hugsa þetta bara, er ekki bara ef fólk er almennilegt, þú veist, ef maður er bara eitthvað. Það er alltaf svona meðferðgangur, bara henni. Já. Svo eru svona alls konar, þetta er svolítið svona flokka eftir hvernig þú hegða þér, sko. Já. Svo ef þú ert á einhverjum síbrotagangi, sko, þá hvernig er bara, veist, ég bara get ekki ímyndað með stemmingun á síbrotagangi. Ég fekk mér í magan að svona, og líka ímyndað að vera já, þú veist, ég veit það er hérna síbrotagangur, meðferðgangur og síðan er eitthvað svona nýðings gangur. Það er bara spes held ég hús, sko. Það er bara spes hús. En eru actual rimlar? Veistu það? Ég hef alveg farað hana oft, sko. Já. Bara, þú veist, heimsóknir og alls konar dót, sko. Og eru heimsóknir svona símingjarnum glera? Já, það er sko tvennskonar heimsóknir, sko, þú veist. Það er stundum að byrja að koma í glerið og hérna, þá getur þú bara, svo er svona heimsóknar bara álma í fangilsinu. Svona conjugal visits. Já, bara, þú veist, ég var alltaf í fjölskylduherberginni þegar ég var yngri, sko. Já. Hjá bróðum minnum, sko. Já, bróðum var inni þegar þú varst yngri, Já. Hvernig var það? Veistu, hvernig var hérna fannst þér að sem pjakk, skilur, fannst þér að nett eða fannst þér að niðurlægandi? Ég fannst það nett í svona 2 mánuði. Já. Svo er ég bara, þú veist, hvað er bróðum? Já, það er svo erfitt einhvern veginn svona að setja sig í þessu stöðu svona að því ég átti ávinn, skilur, og pabbi hans var í fangilsi og við vorum vinir í langan tíma og hann rokkaði svo milliðs. Fyrst fannst hann þetta niðurlægandi og sagði engum frá því, síðan tókum tímabil þegar við vorum úlingar, þá var hann bara bókstaflega bara að nota þetta dálítið svona til að upphefja sig, síðan þegar hann verið fullorðinn aftur sem betur fer, þá fer hann aftur átt að sagði bara, herri, veist, ok, þetta var aldrei nett. Nei, ég veit. Þannig að svona, ég get ímyndið mér ef maður er krakki eða svona, maður veit ekki alveg, maður á stórum bróðum, maður lítur upp til hans og já, ok, shit, maður. Og þið voru þá eitthvað svona fjölskyldarherbyggi? Já, en þú veist, það er bara eitt fjölskyldarherbyggi hana, sko. Svo er bara ógeðslega herbyggi hana, sko. Já, ok. Þú veist, það er bara einhver rúm og dýna, þú veist, það er bara... Er ekki þetta veist, er það, veist, er stemmingi samt, er ekki verið að reyna að gera þetta næs? Jú, þú veist, ég veit ekki, þetta er náttúrulega, er það að tala um bara klefana eða heimsóknardæmi? Ég hugsa bara, veist, ég sé myndir af klefunum hana.
Já, ég er þannig, ég trú ekki á það að það sé til betrunar að, sérstaklega ef menn eru ekki ofbeldismenn og eru ekki hættulega í samfélaginu, þá finnst mér engin hægt að fara fangelsi. nei, En ef þú ert síbrotamæður, ef þú ert ofbeldismæður og í sum tilfellum náttúrulega þar sem fólk er kannski veikt á geði og hefur enga stjórnaði sem er náttúrulega reyndar aðrar stofnanir, sko, og að þá auðvitað þarf að loka fólk inni í einhverjum tilfellum en bara eitthvað svona, þú veist, einhver tekinn fyrir að smygla einhverju inn og settur í klefa í einhver x mörg ár. Fokkt á brefsing. Hvernig á hann að eru þeir sem halda þeir hann lappi út og sé bara herðu, þá bara sækjum á American Style, skilur þetta verður bara alltaf gegn, þetta verður bara alltaf stuði. já. Sækjum American Style. Já, herri, ég ætla að með spurningar. Já, ég er spenntur að heyra hvaða spurningar, ég er ekki mun að tjekka þessu. Ok, I got this. Ég setti inn bara í gærkvöldi, sko, þannig að þetta er ekkert rosalega margar spurningar. Þú bara svara því sem þú vilt svara og ekki. Fyrsta spurningin er, hvað tekur Biggie back? 100 bekkjar. 100 ekki? Okay, Er það PR, eða? Já, ég er að reyna að koma mér í 140 sem fyrst. Rólega samt að fara eitthvað, getur enn að byrja á 120. Já, 103 kílóum, þú veist bara, þú veist hvað kílóin telja mikið bara að koma upp úr 100. Já, ég er alltaf 140 þessi ári. Shit, það er rosalegt. Ég á 120, sko. Það er hella. Ég Já, meni, ég ég veist ekki að var taka líka- 120, það eru bara beasts. En ég skal sína það vídeo þegar tekur 120, menn voru í hlátus karampa. Manstu bara, Nei, það var, ég var bókstala, svona, og þetta var svona svo teiknumynd. Þá telst það ekki með. Jú, það telst með ef þú fucking liftir í upp. Hvað meinar þú? Ef þú liftir í án þess að nokkur hjálpi, þá telst það. Já, en það varst að lifta og allir að hlæja. Er það ekki? Það telst svona helmingin. Já. 60 kíló. Hún náði 60 kíló, guði. Hvað gerðist aftan í BMWF, er fyrsta spurningin? Er þetta eitthvað sem að bara... Er það úr ykkur lægi eða eitthvað? Ég bara veit það ekki, sko. Nei, veist það ekki. Aftan í BMW. Stendur bara, hvað gerðist aftan í BMWF og síðan svona vandræðalegu kall? What? Já. Ok, fair enough. Ekki hugmynd. Er þetta ekki vitni í eitthvað lag eða eitthvað? Nei, ég held ekki. Ok. Ætlar að hendi æfisögu? Æfisögu? Já. Það er pæling, sko. Ég verði meira til í mynd, maður. Ég væri til í fucking mynd. Ég er líka. Hver myndi leika? Ég myndi vilja bara að hann myndi leika sig. Já. Nei, það er ekki svolítið fóralegt það. Ef þú myndi leika sjálfa þig? Já. Það eftir hvernig hann er 50 gert. Cent leik sjálfa sig. Og Eminem, reyndar. Eminem leik sjálfa sig líka. Það var alveg... Já, maður, ertu að djóka? Ég væri alveg til að sjá, ég væri alveg til, veist, að því að, sko, bíómynd, þetta er bara, ég væri til að bara sjá 1,5 tíma, skilur við. Þetta er bara fast pace. Ég er að segja, Bara ég þoli ekki Birgir hann myndir, yngri, ég skilurðu. hata myndir sem eru 3 klukkutímar. Hvar á ég að finna tíma fyrir 3 klukkutíma mynd? Þannig að 1,5 tími, summeraði upp, lífið þitt væri bara, það var til þess að, sko. Það væri gaman, sko. Ja, það já. Ég held að það var eiginlega bara trilltasta tilfinning í heima eins og Jordan Belfort sem er Wolf of Wall Street gæðin. Já. Þú veist, ég myndi eitthvað að vera þessi gaur. Leonardo DiCaprio bara að leika þig, Já. Scorsese leikstýri myndinni og þú ert bara ennþá 50 eða eitthvað. Er ekki, þú veist, það, allir hann hafi valið sér hver líkan. Nei. Það Það er ekki. Nei, en þú veist, ok, pældi, hann fekk ekki að velja, heldur hann hefði ekki valið hann. Þú veist, jú, með að við framstöðuna, skilur. En hvernig myndir líka velja? Bara, Ég myndi að það fengi umulega leikara á þessu bíómynd. Þú veist, eins og Biggie. Danny DeVito. What? Ok, eins og Biggie. Var ekki Notorious myndin umuleg? Nei, Jó. mér fannst Notorious myndin bara góð. Ég var vonast þess að væri bara svona í anda, þú veist, mér varst enda að bli Tupac myndin var ömurleg. Já, er ég kannski að ruggla svona. Já. Ég varst Notorious myndin ekkert. Hún var skemmtileg, maður. Það er gamla sem er ekki að koma ykkur nýja. Það er að koma heimildamynd. Já. Ég Það til í er sem það. að P. Diddy er, sem að, Netflix eða eitthvað. ég sem heitir, I Got a Story to Tell. Já. Haldið þið að P. Diddy hafi látið drepa pakka? Ég hef ekki hugmynd, Ekki sko, ég hef heldur. aldrei spáð þessu, þetta gerir svona bara 94 Hvað var ég eða gamall? 96, 5 ára. 7 ára. Ég var ekki að spá í, það er svo fyndið, sko,
eins og með Tupac og Biggie ég tengi ekki þar þú veist, það var alltaf eitthvað svona, hvort fílar mér, Tupac eða Biggie en þú Tupac. veist, Ég fíla alltaf Tupac meira, sko. En tjekka á mér, ég, veist bara respekt á báða, sko ég gera það líka, en ég Já, hefði en þarft að velja. já, ég veit ekki, ég þarf ekkert að velja það er náttúrulega málið En ef þú þyrftir að velja? Biggie og Ég Tupac. þarf ekki að velja, sko. Oh my god. en, veist, ég hef Tjekka með hlustað þú er ekki að pressa á. en svo, ég hef hlustað meira á Biggie í gegnum tíðina en það er bara því ég hef eiginlega bara ekki tjekka á katalógunum með Tupac Mér finnst nokkuð Tupac-lög vera, mér finnst bara ákveðin Tupac-lög. Nei, ok, þeir eru mjög equal. En ég fílaði bara, Thug Life dæmið og ég fílaði svona lúkið á Tupac og sérstaklega Hit 'em Up. Mér finnst það bara eitt besta dista sem ég heyrt. Það er ykkur, sko. Thug Life tattoo maður það er djöfull man ég þegar Árni fekk sér Cowboy tattoo Já. fyrst var ég bara Það er geðvikt. já, það er geðveikt en í smástund var ég bara maður er búin að missa vitið, skilur Er það? Ég var bara þetta hell er dedication en mér finnst þetta svo bold fucking move, skilur, ég respekta það svo fucking mikið Ég líka, mér finnst það hver er ég að dæma ykkur menn með tattoo ég er með fáránlega tattoo, skilur, ég er með eins og fór mér síðustu viku með træbal gemur bara á maganum, skilur herðu, næsta spurning hefur mamma einn hringt í þig og sagt á sért erfiður Það er komið fyrir. Í miður. En ekki sem á tíma núna. Sönsa. eru þið tætt í daga? Já. hafa ekki alltaf verið tætt, já? Já. Þess vegna hefur hún kannski getað hringt í þig og verið bara, hei Já. var hann meðvirk með þér? Var hann bara Hún er það ennþá. hún er meðvirk með þér, já, ok, fair enough en ég er samt ánægður að hún sé bara, hei hætt að vera svona erfiður Já. ok, hvað finnst þér íslenskan kúabúskap? Vill einhver vita? Ég hef enga skoðan að því, sko. Hver viltu vita? Ég held þetta sé mögulega einhvers konar myndlíking á bífi. Nei, þetta er það ekki. Nei, Vá, getur rýtsinn. Hvað finnst þér íslenskan kúabúskap? Já, bara ef hann er að tala um bíf, nennir hann bara að tala þá. Já, þetta er samt, það er eitthvað Ráðgáta. það væri þetta komið svo í netta rapplínu. Eitthvað svona lendi svo miklu bífi að ég ætti að eiga búgarð, eitthvað svona. Já, ok, Veistu hvað það er alltaf annað. Okay. Djúpa pælingar. Það er einn gaur sem segir, fokkaði bara í honum. Hei, pröfa að hækka því. Já, fokka, ég ætla ekki, þú getur bara, fokkað í honum. Hei, fokkaði bara í honum. Ok, þetta er svona for the fans. Hvernig er ferlið þitt frá skrifum á tökum? Þú veist, hvernig, er það the beat first, textin fyrst? Það er bara svolítið mismunandi, sko. Hvenær byrjaði það að rappa? Vá, blessa svona Tryggva. Hvenær byrjaði það að rappa? 2017. Byrjaði að taka upp, sko. Það er stuttur tími maður. Það er ógst stundtími. það er crazy. Já, það er einhvern veginn að því að svo fyndið svona þegar menn eru bara búin að vera around út af því að ég er með svo lélegt minni þá finnst mér alltaf eins og gaurar hafa bara svona allt í hennu poppað upp einhvers staðar. Þetta er svo Egill Spegill. Já. Ég man ekki eftir lífinu mínu fyrir Egill Spegill en ég man að hann var einu svona ekki og sér allt í hennu poppa hann upp og líka með þig, það er svona allt í hennu bara vastu að það, skilur við? Ég var ógeðslega spenntur þegar þú byrjar að rappa, sko. Ég fekk Já. að heyra eitthvað svona snippet. Það var Árni upp í ykkur stúdíu þar sem ég var að vinna. Já. Ég fekk að heyra, var ekki sending sem var fyrsta lagið. Já. Og var þetta að tala um að leggir í stæði fyrir fatlað fólk. Já. Shit, það got me, sko. Ég var alltaf að elska Þú gangsta varst rap, að sko. elskar að leggja í fallarstæði. Nei, ég gera það ekki, en mér er samt cool, skilurðu, að tala um það í rapplagi. Við skulum bara leave it at that, sko. Já, Mér svo fyndi að vera alveg sama. Mér er það stundum svo allt, sko. Já, og þetta þarf ekki að endurspegla. Þú veist, Þú er bóttið lagt í stæði fyrir fatlað fólk. Já, ég er að reyna að hætta því, sko. Ok. þetta reyna þetta. Ég bara nótu og ekki gera það. skilurðu. En eins og með rap er bara storytelling og rap er fyndið og rap er skemmtilegt og rap er gengsta eða ekki, whatever. Bara, ég hugsa bara, ef eitthvað hljómar skemmtilega, mér finnst þetta svo leiðilegt þegar fólk er alltaf að rýna allt og mikið í allt sem allir segja,
veistu hvað ég er að tala um? Þú veist, Hvað varst að meina þarna þegar þú sagði þetta? Já, maður er alveg, stundum maður að hljóma þetta fyndið og ég er ekki að segja, auðvitað að menna reyna að standast, veist, saksa af sér með tímanum og reyna að vera respectful og allt það, en veist, og það er engin eitthvað, já, Birgir Hákon, hann er alltaf að leggja í stæði fyrir fatlafólk, hann sagði það En mér okkar að koma neitt, ég sá ekki viðtal við Gísla Pálma, hann sagði basically að löggan væri að stoppa hann út af bara, hei, guður, ertu ekki að hlusta á textana hérna, skilur? Já. Hefur eitthvað tíma lent í ykkur þannig? Nei, sko, ég frétti samt þegar ég gátt starf minni að þú veist, eitthvað svona kaffistóðinu á löggunni, skilur, þeir horfa það og þeir bara eitthvað, já, hann er nú að gera allt annað í dag, skilur. Já, ok. Held að tala líka meir hvað þú ert að gera, sko. Action speaks louder than words. Já, sko. klálega. Þannig að, þú veist, ef ég væri að gera eitthvað annað en ég er að gera, þá klálega væri þeir bara eitthvað... On your back bara. Já. En ég hef oft spáðið, sko, þú veist, maður má ekki, það má ekki snitsa sjálf sig heldur. Hæ? Í eigin lagi, ég ímyndaði allir bara, segjum, ég er bara búið til scenario. Já, bara... Ef hann hefði einhvern veginn rænt sjoppu og það hefði aldrei komist upp og hann væri bara, og það var ég sem rændi sjoppuna, skilur, og þeir væri bara, hey, yo, hold on. En þú veist, það er náttúrulega ekki þetta að fara í eitthvað, en ég spáði samt með þessi vídeo og svona, það var alveg fucking bold move. Það veist, að vera eitthvað. Klálega. En fyrir mér finnst sko, alveg eins og lagið spilavítið á plötunars Gísla. Mér finnst alltaf að þurfa að vera uppgjör. Já, þú veist, ef þú ætlar að vera fucking tala svona dót, og ætlar að tala dóp, og ætlar að tala þú veist, einhverju hluti sem maður hefur gert og eitthvað, það finnst mér alltaf að það verða að vera lendingapallur í að sýna það sín neikvætt. Og ég veit ekki af hverju manni finnst það, sem þú hefur klálega gert, og þú talar opinskátt það líka. Ég er líka með svona lagaplötunum minni. Já, þú ert með plötu sem er að droppa það? Nei, sem að droppaði eitthvað 2019. Já, en ég er ekki með plötu núna, sko. Nei, ekkert vinnin þannig séð. Jú, ég er svona að fara, mér langar að gera plötu, sko. Hvað, bara fyrir... Ég vil að segja, með, Má ég spyrja einu bara fyrir, bara svona the fan in me. Hvað, hvað er þetta? Haltu kjafti, þetta ekki? Hvað koma þessi gaurar? Hvað, er það alveg... MK? Já, mér finnst það bara að droppa allt í henni on the scene. Er þetta þessi gauð sem býr hérna á Íslandi? Nei, ég flutt hann inn, sko. Já, það? Já. Hvað, heyrður þú bara í honum á SoundCloud eða eitthvað? Já, ok. Ég var líka, wait a minute, og kendur hann líka íslensku. Við vorum alltaf 4 tíma dag, sko, ég var alltaf að fara aðeins. Þess vegna talar hann líka bara, sko, helming íslensku og helming ennsku í laginu. Nei, ég kynntist honum bara í genum pródúserinn, Tommy on the Track. Já. Er Tommy on the Track? Er það íslensku gauð? Já. Heitir hann á Tommy? Já. Það er gengst að setja maður. Ég held að væri að versla býta út. Mér finnst það svo amerískt væpi í þessu, sko. Já, hann er... No to you. Menn er internet, sko. Menn er að hlusta á amerískt rap. Já, menn er að, skilur. Auðvitað. Þú bara, what? Trú ekki að gera bara alveg svo amerískt. Það er svo allir hafa alltaf gert. Já, maður þarf ekki að fara lengur til Ameríku og skoða þetta, sko. Maður bara... kvikir í YouTube. En mér finnst svo, já, ég er að segja, mér finnst svo beautiful, skilur, ef það er, uppgjörið á móti, þá er, og ég meina, það er líka bara storytelling, skilur, að klálega. Mann finnst gaman að það sem er edgy er spennandi fyrir meðalmannin, skilur, og það er klálega, en já, einu sem ég er að segja, mér finnst bara beautiful einmitt að fólk getur líka dreigið einhverja leksíu úr því, skilur, ok, það er gaman að hlusta á þetta og allt það, en að það sé ekki vera að glória þess að allavega. Já, menn það líka býr til einhvers konar tilgang fyrir þetta allt, sko. Myndi ég halda. Verður að, ef þú hefur gert bara eitthvað kjaftaði og ert ekki það stoltur að þið, þá verður að reyna að búa til einhvers konar tilgang úr því. Ég segi að þú væri bara ofbeldismadur og væri að rappa það, skilur þá væri maður bara, herru, en hann er það bara, skilur, og þetta er bara hræðilegt og það er ekkert remorse í gangi, skilur, hvað, getum við ekki að hlusta á þetta, en leið að koma inn eitthvað svona lendingapallur, sko,
því að fyrir mér líka sko bara að gera list líka að sjá báða hliðar og ég hef alltaf verið eins og bara bleikt skípælingin var bara bleikt skí og flugrættur, ég setti svona 2 lög saman skilur, eitt lag sem ég ógeðslega þunglindur á því og hitt lag sem ég bara allt gengur ógeðslega vel og ég á pening og eitthvað bla ég veit það ekki ég að segja bara yin og yang eitthvað svona líka bara sína báða hliðar á ef maður tekur skilur peningum, sko. tekur sem dæmi þú veist bara Pop Smoke eitthvað þú veist ég meina þú getur sagt bara eitthvað já þessi gæi bara eitthvað promóta óbeldi og eitthvað dæmi skilur eða Chief Keef eitthvað þú veist gæin þú veist hann geti ekki labbað í skólan nema að vera byssa sér skilur það hérna Chief Keef er alltaf Chicago okay? já þannig að þú veist eins og Pop Smoke skilur hann var bara eitthvað að reyna að lifa af fyrst skilur svo bara byrja hann að tala nákvæmlega sem í gangi hjá honum það bláar upp skilur en síðan eitt annað fyndið að við erum til í að hlusta á hardcore gangsterrap frá Bandaríkjunum og við erum bara, það bara verið að tala um að poppa menn, skilur bara endarist og allir eru bara eitthvað í klúbnum að tala um þetta og síðan leið og kemur Íslendingur og fyrir að rappa sömu hluti þá svona, hey, býttu, wait a minute ekki hérna, sko. ekki hér, og getur ekki sagt sömu hluti en ég held að sé náttúrulega líka sko sýni líka hversu afbaka mynd við höfum sem samfélag af rappi, sérstaklega veist, svartra Amerikana hvað okkur finnst þetta bara að vera eitthvað leikrit en það kannski verið að tala um fucking real life klálega, maður er bara að sjá það skilur og maður tengir það bara ekki en síðan leið og kemur dúti úr breiðoltinu með smá backstory þá er maður bara hey, wow, þetta er alltaf nálægt já, en við hvað er það? En hvað hérna, það er fleiri spurningar sko en var ekki gleðidagur fyrir þig hérna í fyrradag? Veitu hann var rappari sem var locked up, hann er frjáls núna Bobby Smurd já Bobby maður, Smurda. ég er búin að býða þessi bara í 6 ár sko já, hvað, en er ekki, þú veist, hvað er ekki Hotboy bara? já, heitir það ekki? það er Hotboy það er geggja lag hot N orð shit, það er eins og þarna er erfitt að hérna hann talar um að drepa gæja svona 30 sinnum í þessu lagi að ég er að tala um hérna að við þurfum að kalla lagi Hotboy sem þetta verðum að gera heitir það ekki Hotboy? það heitir það er Hot N-word já, ok, ég held að þetta er you Hotboy ain't getting me here sko nei já, ok, Hot N-word herru samt sama dag Hotboy Hotboy hérna sama dag og hann kom út þá var hann hættu Daft Punk ég er bara svo paniku skuldi honum píðin mér finnst það svo fyndi hvað þú veist það var alveg svona major það sem allir að tala um að Daft Punk séu hættir já Daft Punk ég verið miklu uppáhaldi á mér eins og þú veist svo mörgum í svo mörg ár en ég fór að hugsa eitthvað svona það breytti engu fyrir mér hvort þau voru hættir eða ekki nei, ég held að vera lungu hættir ég held að einn af þeim er í dáin og eitthvað hvað annar þeirra já hvað, gaurinn með gull hjálminn ég veist það var dáin hérna það er ógeðslega fyndið nei ég er að segja þú veist þeir gáfu líka út bara á 10 ára fresti eða eitthvað þú veist þannig að þetta var svo pirrandi þeir byrjuðu 93 og hætta núna gáttu þeir ekki klára 20 ár væri ekki svona þeir ekki vilja ná 20 ára þeim er alveg fokkin saman já, moldríkir þeir eru moldríkir fólk veit ekki hvað neil lítið út nema að googla það, skilur við þetta er ógeðslega cool koncept og mér finnst líka eitthvað nett við að hætta áður en að þú verður þreyttur, skilur við já ég held að það sé erfiðast í heimi sem listamæður það er á toppinum, áttu bara að hætta fucking en líka vita hvar þú átt að hætta, skilur við því Daft Punk eiga klikkarönn sérstaklega svona 2001 og hérna þá komum líka alltaf teiknimyndinar mannst ekki þetta bláu gaurunum og svona popti í dæmi ég man bara eftir þarna þegar ég kom í Get Lucky og það með Pharrell hana þú er heyrt öll inn lögin þeirra sko já, ég menn núna, ég var ekkert paying them attention fyrir þá, sko Get Lucky er alltaf bara, wow, what a hit sko gott lag, sko herri, nóg Daft Punk og meira að byrja okkur telur þú lögregluna á Íslandi vera spilta og ef svo er
Komdu með dæmi. Yes. Jens Gunnarsson. Jens Gunnarsson. Já, maður. Hvað er það einhver? Hann var tekinn hérna fyrir að... Hættu að googla það? Já, dómur yfir lögreglumannin staðfestur. Settur í 9 mánaða fangelsið. Fyrir hvað þá? Var hann að... Í 15 mánaða fangelsið. 15 mánaða? Fyrir hvað? Já, hann er basically... Hvað ára er þetta? Þetta er bara... ég er ekki ekta svona teknika, ég sjá þetta hérna. Þetta er eitthvað nýlegt bara. Og... Hann var að selja upplýsingar. Já, ég sá það líka. Já, selja upplýsingar bara í einhverju djúts. Undir að dæmi, sko. Já. Maður er alveg heyrt hérna... Það er ekki lengur fíknumdeild, engin sérstök fíknumdeild en það er lögreglunni, sko. Út af hverju, veistu það? Ég held bara að verið það spilt, sko. Já. Þú veist, það hræði mig að það sé ekki hægt að bara halda... Veist, það er alltaf einhver inni... Þú veist, en er þetta ekki einhverju tilfellum sem menn fá bara hótanir? Sem bara, herriðu, við veitum að þú ert að vinna hana og hérna, við veitum hvað á teima, skilur við, hérna er myndir af bönnunum, ég er að búa til eitthvað bíómyndi scenario hérna, skilur við. Þú veist, ég held að flestir svona sem að viti hvað er að gera í þessu dæmi eru að vinna mikið minna með ofbeldi, sko, fyrir ekki bara að gera eitthvað samningar, sko. Já, bara eitthvað money... Því að ofbeldið er alltaf aðteikling sem kemur. Já. Ég hef heyrt leiðilega margar sögur þar sem að menn fari skýrslutöku og eitthvað svona undir nafnleynd en það fá það í bakið, skilur, frá lögreglum. Eða hérna, það er svo ógeðslega erfitt að tala um þetta af því maður vill ekki fara að snitsa neitt, sko. En maður er alveg heyrt að fundum, veist, menn er að fara að fundi með lögreglu áður en þið fari skýrslutöku og svona til þess að, veist, bara þú átt að segja þetta þarna, bla. Er ekki spilling allstar? Jú, klálega. Er það ekki bara punkturinn? Klálega. Hérna, ég svona, maður vill ekki í grunninu þetta, ég er svo næv, ég held að flestir í heiminu séu góðir, taka meðaltalega fólki, séu fleiri góðir heldur á vondir, en hérna, athygli náði verður alltaf, það þarf ekki nema eina fokkin spilta löggu til þess að maður horfi á stéttina í heildsinni. Já, mitt, klálega. Að því manni finnst einhvern veginn, veist, það eru nokkar stéttir sem ég vil ekki að fólk gerir mistök. Það eru heilaskurðlæknar, flugmenn og lögreglan, skilur við. Líka má alveg gera mistök. Nei, lögum má ekki gera mistök. Það er ekki sanngjarnt, þetta er bara mannverur að reyna eitthvað, veistu hvað ég er að tala um? Já, en þetta er samt svo mikið vald. Ef hendir í, þú veist, já, flesti skurðlæknar eru nú góðir, sko. Já. Þá ertu komin í slæðamál, sko. Já, ok. Ég er enda alveg sammála því, en mér er samt að, við vitum alltaf að skurðlæknar hafa gert mistök og þetta er að leiðilegt, en á að bara setja gæðin í fangelsi. Þeir voru að reyna að bjarga, þú veist, gaur sem er spiltur í löggunni var ekki að reyna að gera neitt gott, það var bara fucking spiltur, það er grundvallarmunurinn þetta var ekki... Einbeittur brotaðili, sko. Þetta var ekki skurðlæknir sem var bara þykjast að gera aðgerð, skilur. En það sjokkar að mig, ég hlustaði hérna á Anþór hjá Sölvaðandaginn og þau voru að tala um svona löggu að Anþór greinlega kaupa ykkur upplýsingar og eitthvað svona og talaði um það. Kaupa löggu. Já, en mér varst upphæðin að vera þannig, ég bara, það eru löggunar tilbúin að riskið, það voru að borga 100 skall á mánuði. En ekki gleyma hvað er Anþór gamall, skilur, hvenær var hann prime? Já, það meina að þetta er svona kannski 300 skall í dag. Já. Ok, mega meira sens. Ég hlustaði líka á það var svona, þetta er interesting, að heyra menn eitthvað réttlætt, eitthvað handrökkanir. Þetta, ég skilur, jú, hann var líka alveg að segja, þú veist, þetta bad, skilur, hann var líka bara, já, en þú veist, í sumum tilfellum þá þarf þetta bara að vera til. Já, en mér fannst hann líka að koma vel inn á að hann bara játaði sjálfur, hann er bara siðblindur, skilur. Hann ræður ekkert við þetta. Já, með dass af siðblindu, það er svo gott að tala um, sko. Það er næst spurning. Mér skrítið að spyrja þessi. Bara, sefurðu nakin? Nei, ég sé nærbúsum. Sefur eitthvað nakin? Það er svo
bara allt og margir nættir förðulega margir nættir. Finnst ykkur ekki þægilt að vera í Jú, Narium? ég 100% á því bara, mér finnst gott bara að vera með eitthvað utanumhald, skilur við Já, líka bara þetta er my most valuable asset, skilur mig. Já. Líka þetta að fara... Hvað? Nei, og líka bara, Bara þú veist, þá veit lakin ég eitthvað. nákvæmlega hvað ég hef hann Já, og líka... skilur við, já, ef ég er eitthvað að bylta mig til og eitthvað veistu hvað þú hefur hann? ég er ekkert eitthvað að segja, þú veist, hann er bara ég er með að ljón, skilur, hann er ekkert eitthvað óvart undir lærin á mér eða eitthvað, skilur, en ég er að tala bara svona, þú veist, nærbuksunar eru bara brjóstaraldari punksins, skilur, bara keeping it in place. Já, Þungar og Dick Bro. góðar. Dick Bro, já, of course. En það er gott að vita þetta, samt, sko. Já, mjög mikilvægt. En mér er meira fucked up að sofa nakin heldur en í Narium, sko. Já, ég er alveg sammálaður, sko. Ég er með eitthvað lið. Ég er bara team boxers. Team þröngabóksers. Já, team boxers brief. Boxer brief. Boxer brief. Næsta spurning. Áttu systkini og ef svo hver er uppáhalds? Ég er nokkuð viss að systir mín spyrja þetta, sko. Heitir hún Gugga? Já. Bara, hún er uppáhalds. Nei, maður gerir, já, wow, ég ætla ekki að henda henni í hart nei, sko, en hérna, nei, hún er alls ekki uppáhalds, hún er númer 3, nei. Það er svo... Nei, það er hérna, maður gerir ekkert upp á milli systkina. Nei, maður getur ekki, og síðan, veist, allir hafa sína eiginleika. Klálega. Skilur við, þetta er ótrúlega ósangjart, þetta er ósangjart spurning, skilur við. Mjög ósangjart. Gugga, þetta er bara mjög ósangjart spurning hjá þér. Ólstu upp hjá úlfum? Já. Ok, Nei. þetta er sýstin er líka að spura þessu, sko. Þetta er mjög gott, sko. Hún ætti að vita það, sko. Hún ætti að vita, hún var alveg með þér. Já. Nú með hvað notar af skóm? Er það systir mér líka? Já. Herri, það er svona 48, 49. 49, mann. Er þá einhvern tímann til skór? Það er svolítið spes, sko, þegar það sé til skór. Hvort eru þeir? Eru þeir alltaf til? Eða eru þeir aldrei til? Aldrei til. Þeir eru aldrei til. Ég hugsa þetta, ég er í mest meðal manns, ég er bara M-maður, bara út í gegn. SM, svona M, ég var S-gaur og síðan svona M þegar ég hætti að hreyfa mig. Ekki. Og hérna... En 48, þú veist, 48,9. Þarf það að kaupa það bara netinu? Já, stundum, en þú veist, eins og þessi hendur eru Urban, sko, eða Smurban. Smurban. En lestu það, þú veist, er þið bara með on deck bara einhverja skó í 48 og 49? Ætlaði að fyrst að spura hvort það hefur verið saumaður á hann. Nei, ég hvort það Það voru saumaður utan á fóðunum. Já. Sér saumaður. Já, með gæi back, hann þetta láta sér, eða svona bara búa til skó fyrir sig. Hvað nota hann? Ég meina, það er greinilega bara ekkert númer, hann hefur verið í 50 og... Ekkert númer, að númerina hægt ekkert. Þetta er bara, þú veist, þetta er, vá. Notaði hann bara 8 á hlið. Já, bara infinity. Hvað ég var til að vita hvað er stærsti, ég held að 13 eða 14 sé stærsti. Í Ameríku. Já, þú veist, að því að, sko, 48,9, það er alveg stórt, en það er ekkert eitthvað, þú veist, við erum ekki komin í eitthvað freak show, sko. Nei, það er svona 13-14. Já, það er 13-14. Getur þú googlað þetta? Hvað er stærstu skór og ekki eitthvað svona sem voru búin til spil, bara hvað er stærstu skór sem ég get fengið á markað? Já, ég skal tjekka. Ég vil segja 15. Já, örugglega. 15. Ég er talað til ameríski stærð. Það er bara orðið íbúð, sko. Sko, það stendur hérna size 23 fyrir þetta bí. 23. Ég veit ekki alveg, þú veist. Já, fuck it. Þá, já. Herðu, pizza með skinku. Þetta er svo fucking stupid, maður. Pizza með skinku og piparost eða 2-faldur baconborgar á skalla ef það er laugadagur? Það er baconborgar á skalla næst, sko. Eða bláðsum, sko. Cheat day, sko. Cheat day. Það er hérna í Árbænum, eða? Ertu með cheat day á laugadagur, með? Já. Síðan 2 spurningar viðbót á skalanum Tekashi 69 til Suge Knight. Hversu gengsta er Birgir Hákon? Ég svara í Suge Knight, sko. Já, ég er nær Suge Knight, sko. Já, ég segja líka. Kansi, maður. Já, The Rat. Já. Herri, og síðan lífsögu. Ég veit ekki hvað er
bara segir þetta eitthvað Ekki hugmynd, sko. Nei Ég er ennþá að pæla hvað gerast aftan í sem BMF, sko. menn hafa ekki Þetta pottit verið að vitna í vídeo eða eitthvað. Herðu, Er það það ekki? var Já, ein ok. spurning að detta inn right now Ú, og bara svara og vilt svara sko. Hvað er langt sem þú hættir í neyslu? 2,5 ár. Það er heldur vel gert. fær maður svona hnapp eða eitthvað til að halda utan árangurinn. Getur fengið það. Já, getur það, sko. Getur En fengið, fyrir, við myndið ekki vilja fá hnapp eða? Jú. Sér taka sér ekki málið. menn fá peninga sko. Menn, eða þið kjósa sér það og getur farið og fengið pening. Ég ætla ekki að fara að tala um hvar. Bara, Nei, en ég er að tala um, er þetta ekkert bara svona... Þið getur heyrt í mér og bygga ef þið viljið fá peninga. Ok, never mind. Mér ángi að spyrja ykkur, þetta við erum allir úr Breiðholtinu. Við erum allir úr Breiðholtinu. Ég kom eitthvað aðeins inn á þetta með þér eftir, ég náði aðeins að spjalla við eftir Sölva þáttinn. En mér ángar að hann koma staði bara once and for all. Hvað er mest gengsta hverfið í Breiðholti? Ég veit það er ekki hverju sem ég er úr. Nei, ég nefnilega veit það líka. Þú náttúrulega kópáinn, sko, eða ekki? Þetta er þessu. Þú ert bara... Hefur komið í Jórufelli, það? En eigum samt býtið, Já. tölum aðeins um eitt, að því núna hafa menn verið að dissa 109. Já. Bakkarnir eru líka 109 og bakkarnir og seljakörfið halda í raun og veru utan Breiðholtið. Við skulum hafa á hreinu að bakkarnir og seljarnir er algjörlega sikurleitur. Já, 100%. En hvað er það sameina? Það var samt sko slæmt, svona mjög slæmt hverfi í Seljónum þegar ég var yngri. Hvað? Það er hana kirkjan og það. Já. Svo kemur þú veist, ef þú farið hérna og það er svona mikið af blokkum. Já, það er svona, já, bara, Það er þú bjóst. það er svo, ég bjó ekki þar. Það ekki? Nei, það var Þú Öldursskóli. bjóst í ykkur projekt. Nei, ég bjó bara í fucking blokk. Hvað meinið? Ég bjó í blokk í dag. Ég bæði vega alltaf, nei, ég hef einu sem ekki búið í blokk. Já, annars hef ég alltaf búið í blokk. Svo. Ok, anyway. Allavega ekki seljarnir. Ég heldur sem allir Seljarnir sammála. eru ekki, nei, við skulum hafa á kristaltæru að það var minnst gengsta hverfið af Breiðholtinu, sko. En hvað er mest? Jórufelli... Ég veit mitt svar, sko. Já, hvað er þetta svo? Bakkarnir. Bakkanir samt, þú veist. Það fer eftir hvernig erum við að tala um bara... Ég er ekki tala um Sko, það sleazy. er örugglega mest hardcore ristal í bæðakvöld. Ég er að segja það. Ég er ekki að flokka eftir því sem mér finnst vera svona ghetto as-in net handshakes og menn að kasta út. Ég er að tala um bara hvar ég held að mesta eymdin sé. Eymdin er klárlega í bæðakvöld, sko. Já. Það er farið bara, Veistu okkur, við megum tala svona að því við erum úr skori. Ég er alveg upp í bökkunum og seljakori. Okay. Já, ég Pabbi var í bökkunum og mamma í seljakori, sko. Ég er líka búið í bæðakvöld, sko. Það er eins og í dag, sko, eða allan fyrir, þú veist, nokkur mál. Það er bara bakkanir, þú veist, það er geymslu niður, skilju. Sameiginlegu geymslunni, ég var að tala um þetta daginn. Og svo bara, þú veist, svo bara búið að setja eitt klósett og svo bara býr fólk í geymslunum. Já, sko, sameiginlegu geymslunar sem að svona, þú veist, alla blokkirnar eru eins og nema það er einn stór geymslugangur sem saminar allavega í blokkinu sem að pabbi bjóði, sko. Þú veist, það var svona eins og svona underground viðbjóðslega skeri staður. Já, þetta er svona umulegt dæmi að eitthvað ætlar hann að króa af, sko. Já, Út, bara fastur eitthvað svo bara býður einn hinn meginn. Nei, veistu hvað, síðan er líka alltaf langt síðan ég bjóði í Breiðholtinu en ég keyrði Breiðholti bara síðast í gær það róa mig eitthvað líka, ef ég er að taka rúndin það finnst mér eitthvað gaman að keyra Breiðholtið og fá bara svona, þú veist bara minningar í æð, skilur því ég hef bókstala, það er ekki garður sem ég hef ekki verið í Breiðholtinu það er ekki staður sem ég hef ekki komið á Líka bara Breiðholtið, þú veist ekki bara eitthvað svona, þú veist, ég elska Breiðholtið, skilur, ekki bara eitthvað svona út af þetta er Breiðholtið, skilur, en þú veist bara þetta er svona mest lifandi hverfi, finnst mér, bara allan, þú veist, Efra Breiðholtið, þú veist, Efra Breiðholtið er good shit. Færðan upp, þú veist, þú færðan hvað, skilur, þú veist, það eru krakkar út að leika sér, fólk er labbað í bónus, fólk er labbað bónus, það er bara svona eitthvað, mann líður bara sem að sé ekki á Íslandi, sko. Mér fannst líka sko að því oft eitthvað djóka ég með
veist, hversu mikil eymd getur verið í Breiðholtinu, skilur en það var ógeðslega gott að alast upp þar. Já. Ég er alveg talað, það var bara, þú veist, það var bara Gucci stemming, skilur en En þú veist, svo, þú veist en maður þú veist, það voru alveg, þú veist, maður þekkti alveg fjölskyldur Já, og sérstaklega eins og vinum hans sem að byggu í Lönguvillisinni í Fellakörinu, já, mitt þú veist, það var alveg viss stemming þar og viss stemming á göngunum og þú veist, það er líka bara ef þú setur endalaust af félagsíbúðum á sama fokkin fermetrin auðvitað verður eitthvað vesen Já, bara, þú veist, fólk í ekki nokkuð stöðu bara, setjum bara það bara þangað, skilur Já. En það er líka Hefur Upp á einhvern búið í bara blokkinni Ég er náttúrulega bara, hvað mér er þetta alveg Yrsufelli? Já, mamma býr núna, sko Já, hann býr þar Já Nú að vita hvað búa margir í þessari blokk Það eru margir, sko Já, þú veist bara Þetta var fjölmannastað, sko, gata Íslands fyrir Hraunbæinn í Árbænum Og hraunbæri núna Já Það er rétt með að ímynda mér það, sko En þetta er bara svo mikið kennileiti, skilur Þetta er svo Þessar blokkir eru svo mikið bara Já Mér langt svo að muna hvernig það litið Getur þú googlað hvernig það litið út áður Voru það ekki bláar áður en að það örðu En það? rauðar Jú, það voru ljósbláðar Er það ekki? Já. Jú, áður en að áður en að voru gerðar upp Ertu googling Já, það ég er að reyna, ég er svo lágur að googla Já. Sko, ég sé sem finn ekki að þetta hafi verið blátt. Mér finnst það bara, ég er náttúrulega kerið fram með á þessu minnast á fucking degi. Mér minnir þetta hafi verið blátt, sko. Mér minnir ekki, sko. Ég manna þess að ekki. Mér finnst bara að þetta alltaf er rautt. Já, þetta er búið rautt svo langa tíma. Já, það getur verið, Man ekki þannig. En má ég koma inn á einn... Það er, þú veist, þegar þú hugsar Breiðholtið, skilur, þú hugsar Reykjavík og hugsar Hallgrímskirkju og hugsar Breiðholtið og hugsar þessu fucking blokk. Það er... Ég er með að flúra hérna. Já, það er bara kennileitið, sko. Það er líka svo töff. Ímyndið eitthvað eða kæmi, þú veist, heimsendir eða eitthvað, það myndi bara koma flóðbylgja. Já. Það myndi ekki affekta Breiðholtið. Nei. Það finnst mér, þú veist, ég var til að sjá fucking sci-fi mynd bara fólki post-apocalyptic heimur og það er bara Breiðholtið sem lifið af. Það var ekki að þú þurftir að sigla, þú veist, ég veit ekki hvert það er að fara, en skilja, það er bara allt vatn nema bara Breiðholtið. Já, það er alltaf hæsti punkturinn á höfuðborgarsvæðinu. Búm. En hvað var fólki í Fossvoginu bara... Já, það var allir döðin nema þeir sem í Breiðholtinu. Bara, að því þau gátt ekki ferðast upp í Breiðholtinu. Ekki með klás. Gátt ekki, jú, þetta er góð hugmynd. Ég ef einhver á ógeðslega mikið penning og nennir að skrifa handrit, þú skrifar handritið. Þetta er myndin, og hann er svona, hann ræður yfir ákveðnu hverfi upp í Breiðholti. Ég var til að sjá bara sci-fi æfisögur. Já, sérst, ég er ekki æfisögur. Ég veist að þetta væri sko byggt á raunverulegum atburðum nema enginn getur farið, eitthvað svona, ég veit ekki. Þetta er einhver spæling, sko. Og en vorum við komin á niðurstöðu? Hvað væri mest gengstu hverfið í Breiðholtinu? Er það ekki bara Langavillisona? Það er það. Mér finnst það að vera Langavillisona, líka af því að ef þú ert í Langavillisoni, What the fuck, sko. Ef það er hundur að elta þig í Langavillisoni, hvað ætlar að gera? Þú bara verður að láta hann geta þig. Hoppin í garð. Þú getur hoppað inn í garða eða klifra upp á steinveggina sem eru, já, það er... Þetta er líka bakvið Langavillisona. Já, ég er að tala um það, sko. Já, ok. Það er Langavillisson. Það er official Langavillisson. Já, þú veist, það er svo langa gangstöður. Já, það er alveg hella, bakvið mínimarkið og þetta dæmi. Það er mín skilgreining á Langavillisoni. Mín líka. Það er ekkert neitt bakvið. Mínimarkið er bakvið Langavillisona. Heitir, sko, það finnir langa ímynd, þetta er, sko, ef tekur þetta bara og summar þetta upp, þetta er dark shit. Langa vitleysan. Menn voru bara... Þetta er on brand, þetta make alveg sense. Menn voru bara að byggja Breiðholtið, skilur, það var verið bara, veist, nýbúið að byggja þetta, það var eitthvað gauður bara að reykja vindur og bara, þetta er nú meira langa vitleysan, verður eitthvað vesen, skilur. Af því að ef þú líka fyrir framan blokkina og þau langar að fara bak við hana, þú getur það ekki, þú þarft bara að fara fucking, það væri styttra að bara dingla á dyrabjöldurinn á öllum og fara í gegnum blokkina. Já, hvaða blokk?
bara Það var það miðju bara löngu lönguvilsuna, skilur, og bara blokkar lengjan sem það skilur. Já. Það kom aldrei skil, skilur. Í lönguvilsinni? Já. Jú, getur alltaf farið hann inn. Það koma fyrst. Já, ef þú ert að labba bak við. Já. En skilin svo skeri, maður. Já, En ef þú ert fellaskóla megin, horfur á blokkina, þá ekki skil, það nokkuð. Þú náttúrulega getur labbað inn á mínumarkið. Já, það bara þar, en síðan kemur bara frá Leifa upp að King Kong. Jú, fullt af útgöngum. Það? Já. Þú verður bara þekkið það. Við festumst bara. Það er bara sjómi í lönguvilsinu. Við tókum upp hana haltu kjafti-vídeóið í lönguvilsinni. Já. Þá líka vissi ég bara að þú ert for real, sko. Það var bara að taka upp vídeo þar. Það er hella sétt, sko. En langa vilsan, þetta náttúrulega heitir það ekkert official. Nei, ég er að reyna þú voru bara að fá Google Maps og Meina ég veit ekki hvað það heitir. Mér finnst þess að Jórufett hefði verið í lönguvilsinu. Það er bakur lönguvilsinu. Já, veist. Já, eða official lönguvilsinu, samkvæmt. Já. Fyrir að við fáum ekkert svar við þessu. En ok, mér langar að búa til eitt dagskrálið fyrst að Birgir er hérna. Já. Ég þarf að fara, ég er smástundir að fara í þarna sem trójuhöstur í annan podcast. Þá bara að gunna þetta. Mér langar að koma með eitt pínu challenge. Fílar gengsta bíómyndir. Já. Ok, ég ætla að koma með brot úr einni mynd og þetta sjá hvort þú þekkir það. Er tilbúin? Nei. Ok, segð mér á tilbúin. Og hvað með það? Ég veit allir hvað þetta er. Scarface. Það er bara að halda það allir. Er þetta ekki Scarface? Nei. Er þetta Jumanji? Ætlaði að koma með annað gísk. Þetta er Al Pacino. Þetta er Al Pacino, það er rétt. Þetta er ekki Blow. Scarface. Er þetta Blow? Nei, vil þetta ekki eitt gísk viðbót? Nei. Bara sjá það. Já, sýnd okkur. Boom, þetta er Carlitos Way. Aldrei, veit ekki hvað mynd er. Gæðið veik fucking mynd. En allavega. Hvað er hún eldri en 10 ára? Já. Gæðið veik. Nennir ekki að horfa á hana? Jú, ég er bara... Þetta er sami leiktur og Scarface. Hann elskar sko bíómyndir, Arnar. Já. Þekkir alla bíómyndir, alla leikar og allt. Og ég bara, mynd sem ég horfði á í gær, man ekki plottið. Góð mynd þá. Já, geggjuð. Ok, mér langar að vera með svona dagskrálið sem, ég verði helst til að tala, getur ímyndað þetta sérst bara þú fyrir 5 árum eða eitthvað. Reynda. Já, hvað er með það? Ok, ég ætla að spyrja nokkra hluti og hvort þið séu gengsta eða ekki. Og eftir bara þinni skilgreiningu, gengsta þarf ekkert endilega að vera fremja glæpi. Er gengsta að vera með derhúna aftur á bak? Getur sett á okkur lag undir? Hvaða lag? Fara bara á YouTube og skrifa Free Gangsta Beat. Svo við lendum í eitthvað svona copyright. Dæmi. Ok, það er svo lendum við í copyright dæmi. Ok, hérna komum við. Það er bara látt undir. Ok. Er gengsta að vera með derhúna aftur á bak? Ég veit það ekki. Hvað veist þér? Já, það veist. Ok, það er gengsta, check. Hann kemur með svo stúpid fucking spurningar. Við erum að play along. Ég til í það. Ok, er gengsta að vera með secret handshake? Það gerist ekki meira gengsta, sko. Það er mjög gengsta, sko. Sérstaklega það þýðir eitthvað. Já. Sérstaklega veist eitthvað, ef þú setur pinkiðinu upp og þá er það leggur nærina, maður. Leggur nærina. Ok, er gengsta að vera bjórsali? Er gengsta að vera bjórsali? Það er bara höst, skilur. Það er höst. Þú veist, græða pening. Já. Þannig að já. Já, þú veist bara að græða pening, sko. Er gengsta að fara í búð, borga með... Er gengsta að borga með seðlum í búð og skilja klinkið eftir? Já, það er gengsta, sko. Það er ekki? Bara fara inn, borga og ekki eins og nefna klinkið. Já. Hún er bara býð eftir að takja. Já, þú er bara, hvað er ekki, það snert þetta ógeðslega klink. Ok. Er gengsta að vera kurteis? Það er gengsta, sko. Mér finnst það mjög gengsta, sko. Mér finnst það nettustu glæbumenn. Gangsta and a gentleman. Já. Mér finnst sko eitt nettasti vondikall í bíómynd ever er
Mondikallin í Rush Hour Já, svona, þegar hann kýlir hérna Chris Rock eitthvað svona tekur síðan klút og segir you got some blood on you svoleiðis stótt sko já, Gangster svona gentleman, ég alveg svolítið sammála því en líka bara góðu við, já, ok, áfram Líka á tjekkar Denzel Washington Já. í hérna Frank Lucas American Gangster hann svona svolítið kurteis ekki Já, hann bara businessmaður Já. Ég myndi segja það sko, bara professional Já, tjekka mér man ekki eftir þér mynd American Gangster Það er hálfan Frank Lucas einn daginn, veistu hvað, einhvern tíma skulum bara taka bara 7 daga eða eitthvað svo að við vinnum ekki og fjölskyldan fyrir frá okkur Ég sýni alltaf myndir eins og þú missa já, alltaf myndir sem ég þarf að sjá skilur Ok Er gangsta að kaupa sér flöskuborð á skemmtistað? það er náttúrulega svona veldi sko Það er þínu veldi mér finnst Káttum með þetta gauti, ert þú heitinn á nýtt? já, mér finnst það bara, þú veist sérstaklega ef það er eitthvað 7 gaurar að köpa sér flöskubor saman eitthvað, allir eitthvað hvítum skyrtum Ég skal endur þetta, er gangsta að kaupa flöskuborð 2 saman? þegar menn fara Ég keypti það bara einn sko, alltaf Það er gangsta ég hef aldrei skilið þegar menn fara eins og þessi klæddir eins og þessi fara að snekki á djámið Nei, ég ég skil hef það aldrei, ég bara akkur er þetta ekki bara í peysunni þinn? ekki Akkur líður bara ekki þægilega á djaminu Akkur er þetta ekki bara þælum fötum eitthvað, ímyndaði hvað væri mikið basl að vera alltaf að strauja eitthvað eitthvað sem það þarf að fara að fucking út Ég get það ekki sko nei Ok, er þetta búin að næsta? Er gangsta að fara í ljós? Ég veit ekki hvernig það svara þessu sko. nei, ég ætla að segja nei Já, ég líka. Fyrst En að- er ekki bara svona, þú veist hvað er gengsta við það? Hvað heldur þú að segja gengsta við það? Ég bara ímynda mér, ég hef séð nokkra gangstar á vappi, skilur mig. Þeir eru allir tanaðir í drast. Líta vel út, já Nei, er það sko, ekki- það er til eitt sem heitir að vera tanaðir og síðan er eitt sem heitir að vera handrökkar að brún. Já, en ég er kannski að tala um Og það. það er svona meira Donald Trump-ish litur. Og það er svo fyndið, oft þegar maður sér mennsku snúa í blaðinu, þá svona, þú veist, byrjaðir á að vera appsýningulir og svona smám saman verða vennilegur litur. Svona feitar það. En sérst, það er ekkit það gangsta að fara í ljós. Ég Nei, tekur ég held þannig. að sé ekkert sama sem merki milli Nei. þess. Ok, hvort er meira gangsta að keyra hratt eða hægt? Hægt, finnst mér. Þetta er spurning til bygga, Já, þetta er Birgir, ég fá Það svona. sem minna, ef þú ert gangsta þá ert ekki að kera hratt sko Ef það er Þú Þannig að ert ekki að bjóða það upp á að láta taka þig Nei, mér finnst líka Ekki nú bara, sé bara lélugu gangstar skilju Nei, þú veist, þetta er það sem ég vil heyra, ég vil fá... það fer eftir í hvort það sést í dun, 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 oh, Tokyo Drift. Það er ekki það, mér finnst Fast and Furious crew ekki gangsta. Mér finnst það bara... Vin Diesel. Ég finnst Fast and Vin Furious. Diesel vera náttúrulega, hann er bara skugginn að sjálfur sig í dag á mínum mati. Hann var svalur á einhverjum tímum, ekki í dag. Ok, hérna... Hvað hét myndin þar sem hann var Riddick? Pitch Black. Var hún góð? Já, ekki. Hún er geggjum. Já, hún ekki Man svo vel eftir þessari mynd, sko. En er gangsta að borga ekki skatt? Já, það ekki Ekki definition of gangsta Jú. að borga ekki skatt. Sko, það er alltaf mjög loðið hugtak hvað þú ert að tala sem gangsta. En, þú veist, en ég vil bara því sem er ykkar definitiona. Mér finnst til dæmis gangsta að vera kurteis, mér finnst gangsta... Ég veit hvað þú ert að tala um, sko. Ég Mér finnst það bara er bara soft. þekki því svo lengi. Þú notar orðið gangsta svo ógeðslega mikið að þú ert ekki að bókstaflega meina maður í gengi. Nei, enga veginn. Er gangsta að segja við ykkur þegar þú ert að í ykkur svona hörðum samræðum að segja þú ert komin í minn heim núna? Já, það er mjög Veitir hvað er í raun og veru mest gangsta setning sem hefur verið sögð ever? Hvað? Það er Á íslensku og ennsku á íslensku og það er þegar að Bósi Ljósár segir við Vidda í bílnum, hann segir kurteisi er alltaf í háveðum höfð á minni plánutu og hann segir já, en við erum ekki þar, er það nokkuð? Og síðan lefur hann. Það er ekki mest gangsta að segja. Jú, Ok, ég Tjekki þetta ok, til þetta.
Er það mjútið eitthvað? Er þetta alveg skilabóð? Já, við mjútið bara. Ég fyrirgef allt þetta en þetta verður aldrei bætt upp þetta tjón sem þú allir mér. Því miður, elsku vinur minn, þá verð ég bara að gera þér illt. Hjarta, hjarta, hjarta. Sjáumst í næstu vöröld, þá getur við kannski byrjað upp á nýtt. Ég veit, sko, ég ætla ekki einu svona að hætta mér yfir á svæðið að fara að tala hvaða skilabóð þetta en ég veit hvaða skilabóð þetta skilur. Var þetta í fjölmiðlum með það? Ég veit það ekki. Það er grjótart, sko. Það er líka svo, þetta er svo skeri hvað var bara kallið minn, ég elska það, en ég veist, ég þarf að meiða þig. Þetta er svo það er bara ekkert að stoppa núna. Nei, þetta er það sem hvaða spjall áttu eiga, en það sem að maður á inni, ef einhver væri að fara að drepa mann, þá væri maður bara, en ég held þú elskaði mig, hann er bara, já, ég elskaði, sko, en ég er samt ég verð að gera þér illt, sko, þannig að þú veist bara, hvað ertu, skilur? En hvað eru þið með, 21 Savage, hann er alltaf að tala loyalty og love, sikkunum hlutin. Hann metur loyalty meira, og þegar þú getur elskað eitthvað, og stungið henni baki. 21 Savage gerði geðut versum þetta. Já, ég var að segja 21 Savage, ok. Þú bara eitthvað, wow, fyrst fyrir eitthvað hugljóminn. En hvað megin eru þið? Ég til dæmis, ég er loyalty megin. Mér finnst ást vera bara eitthvað svona tilfinning sem kemur og fer eitthvað í. En þú getur alltaf sagt bara eitthvað ég elska þig. Já, en svo þarf þetta að sína loyalty. Já, 100%. Mér finnst þetta haldast bara í hendur, skilur. Mér finnst bara að vera í sambandi og vera ástfangin en síðan þarf þetta að sína í gjörðum, skilur. Þú getur ekki bara verið ástfangin af einhverjum en samt verið eins og fucking jarðýta í lífinu hans, skilur. Þú verður að, en þú getur elska á þess að vera loyal. En fyrir mér að vera... Það er sínt loyalty á þess að sína ást. En fyrir mér samt, eins og bara, ef við erum að tala ástarsamband, skilur, þá getur ekki bara verið loyal og hata sig að ég er bara fucking loyal, skilur, og samt bara gett vond stemming. Já, mega passive-aggressive. Má ég taka eina síðastu spurningunni, er þetta gengsta? Já. Hvað er með það? Er svo lítið gengsta bít líka. Bara pirrandi bít. Er gengsta að battle rap? Mér finnst það ekki, sko. Fókað á mislítið svar. Já, ég er svo mikið ekki. Þetta var algjört nat. Sko, battle var málega í dag ef tveir menn væri að battla, þá væri ég bara, þú veist, þá myndi ég bara segja að fara heim, skilur, farið bara heim til eitthvað, farið bara að gera eitthvað. En þetta var öðruvísi, það var klikku stemming, sko, þú ætla að byrja að rappa 2017, hvað mótil er þetta? Er ekki 96 eða 5 eða eitthvað? 96. Já, og heldur þú sért eldri, sko, þú veist, og ég náttúrulega bara, við vorum að battla, hvenær kemur M&M bara 8 Mile út? 8 Mile, ekki 2004 eða eitthvað? Þá vorum við 2002? 2002. Fór að mynda svona 3 í bíó. Svona 2004-05 vorum við bara endalaust að battla, þú veist. Þá var þetta allt öðruvísi. En í dag, einhver myndi vilja battla mig, þú veist, times have changed, það er bara, ég dýrka bara að sé meira love í senunni yfir höfuð. Mér finnst það bara svo asnalegt að vera eitthvað að battla, sko. Já. Gefið frekar bara út eitthvað lag, sko. Já. Er alveg dáið, það er engin að dissa neitt lengur. Það er eitthvað svona underground dæmi í gangi samt, hef ég heyrt. Maður heyrir þetta allt, sko. Það sem þú veist, er einhverju menn sem eru obviously bara að tala niður til hvers annars í lögum, ég man ekki eftir því að... Nei, ekki, sko. Ég þurfti að gera bara, ég var til að gera bara disla og króla. Gerðu það? Já, gerðu það, maður. Og farið sinni hringinn, maður. Þú bara celebrity boxing match. Bara króli, you little piece of shit, gera eitthvað svona veistu hvað ég tala um? Það er alltaf ekki hægt á Íslandi, sko. Nei, allir þekki alla. Eitthvað lið bara vantar meira svona eitthvað bíf í íslensku sinna, bara eitthvað. Þú veist, það eru 75% líkur á hitti manneskjuna að þú fær í hagkaup sko. Já, og síðan líka eru bara, þú veist, 99% líkur á þessu vinn. Já. Eða frændi hans, ég frændi þinn. Já, þetta er alltaf tengt. Það væri gaman að menn væri samt svona, þú veist, að svona subdissa, skilur, þetta væri svona, veist hvað ég tala um, að menn var að skjóta hvern annan. Og þá er ég meina eins og þú veist, það var oft verið, þú veist, Kendrick og Drake hafa verið að svona throwing it, skilur, það er sem ekki eitthvað að vera að meina neitt illt með því, skilur,
en svona þetta ekki alltaf fara á böndunum sko. En þú var að vera drullaður í Ég er að fara í fucking- en eitt já. hérna áður Ég er að fara. hérna Birgir, Gætið þú sagt fólki að subscribe á podcastalan og hérna horfa á hana þátt? Já, maður. Subscribe á podcastalan og horfa hana þátt. Sett skarfist tími undir Hvað í 2 sekundur